Þá komið að tónlistaratriði og það er nú strákur sem við þekkjum víst öll. Hann hefur sungið mikið fyrir okkur á undanförnum árum, sífellt meira, og ég er ekkert að eyða mörgum orðum í þessa kynningu, því að hann er hress og kátur, Valgeir Guðjónsson. Og þú blessaður. Og þú ert svakalegt léttur. Ég er svona ljós yfirlitum núna eins og sumir. Já, við ákváðum það félagarnir. Já. Heyrðu, það er mikið að gera stegur í tónlistinni? Já, ég er alltaf að læra fleiri grip og þetta smá kemur. Já, ég bý til lög alltaf þegar ég hef tíma til eiginlega. Ég sá í viðtali við þig, einhverju blaði held ég, að þú skildir ekki í því okkur þú væri að semja dægurlög endilega, okkur ekki eitthvað annað. Já, einmitt. Ég varð fyrir raflost í æsku. Nú? Þegar að Bítlarnir og þessi góðu menn voru til að byrja þá sem sagt varð ég fyrir einhverjum hnjaski held ég, þannig að ég get bara ekkert að þessu gert. Mér finnst þetta svo skemmtileg tónlist. Ef þú tegðalegur, er þetta eitthvað hnjask? Svona rocknjask? Já, er það ekki? Sjáðu þá hérna í gryfjunni hinum megin. Já, þetta er ekkert að vera hnjaski. Fjölhæfi strákar. Hvað ert að syngja núna? Það er nú svona eitt og annað. Ég er nú alltaf að syngja íslensku þjóðina, í blíðu og stríðu, til sjávar og sveita, uppi og niðri. Þjóðlegur. Já, og ég ætlaði einmitt að syngja lag núna sem að heitir Reynslan hefur kennt mér og langar kannski til að spyrja þig hvort að reynslan hafi eitthvað kennt þér. Það er örugglega ekki. Það er allir með svona óþægilega spurningar. Já, það er alveg þetta eitthvað sérstakt kvöld. Já, það er. Nú, þú kemur víða við þar það ekki og þetta sé ég vil að syngja Bítlabæinn Keflavík og... Já, ég hef nú verið að segja við þessa vinni mína sem að koma frá og eru fæddir og uppaldir í Keflavík það sé hart að þurfa að vera að semja lög Keflavík. Er ég að gera það sjálfur? Já, ég veit það ekki. Það er kannski það glöggt er gests augað. Já, takk eitt úr víkiskörfunu bara á þá. Já, við kunnum það. Já. Hefur reynslan kennt þér, Valgeir? Hún er alltaf að kenna mér eitthvað nýtt, já. Ég veit ekki hvort að ég læri nógu rætt og vel af henni, en þetta smá kemur. Þetta er lokaatriði í þettunum og ég ætla að biðja þig að hrífa alla þjóðina með þér. Og þetta fólk hérna líka? Já, og spyrja fólki hvort að reynslan hafi kennt því. Er það ekki rétt? Já, er það ekki rétt? Valgeir Guðjónsson, gjörðu svo vel. Sýna á þess smá lífsmaður. Reynslan hefur kennt mér að efast allt sem útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum á þér að ég Þú lýgur mig fullan, ég segir það satt og segir mér hvað ég á að gera Af hverju lífið svona eins og það en ekki eins og það ætti að vera Ég spyr eins og fávið og fæ ekkert svar Fæ í mesta lagi naglannan Og viljirðu vita hvað torkluftan slær Væri nær að spyrja einhvern annan en mig Því reynslan hefur kennt mér að efast allt sem Í útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum á þér Já, reynslan hefur kennt mér að efast allt sem Í útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum á þér Nú tekur Eyþór Gunnarsson sóló
hjá Valdimar Örnólfssyni forðum. Þetta ótrúlegt, Hermann. Reynslan hefur kennt mér að efast allt með. Í útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum af þér. Ég sóp undir mótuna því sem sátt og segi öllum allt sé hreinu. Ef leiktjöldin eru í lagi þá má afgangurinn gilda þig einu. Ég fer ekki sút mín og sorgir á torg, sýni bara andlitið spari. Mætið brosand og mætand veit að málunum ósköp líkt farið hjá þér. Reynslan hefur kennt mér að efast allt með. Að ég í útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum á þér. Já, reynslan hefur kennt mér að efast allt með. Í útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum á þér. Og einu sem enn. Já, reynslan hefur kennt mér að efast allt sem Í útvarpinu og sjónvarpinu og blöðunum og nösunum á þér. Takk fyrir það. Þakkaði fyrir nei og allt að vera. Þakkaði fyrir það. Þetta var Valgeir Guðjónsson og félagi hans Eyþór Gunnarsson. Nú, það komið að lokum þessa þáttar og vonandi hafa einhverjir, eða flestir, fundið jafnvel eitthvað við sitt hæfi. Mér fannst gaman. Þér fannst nefnilega gaman, ég veit það. Vil ég gera svo að taka þennan mann einhvern veginn fyrirmyndar, verið í jákvæð og ef maður prófa eitt í sammenningu, hugsa eitthvað jákvætt áður fyrir að sofa í kvöld, þá líður okkur aðeins betur. Og þetta getur skipt sköpum, en við hittumst að hálfum mánuði liðnu. Ég þakka listafólkinu, þessu ágætu áhorfendur hér í sjónvarpssalnum, fyrst og fremst ykkur sem heimasátu og fylgdu okkur eftir hér í Ríkissjónvarpinu 29. nóvember 1989. Hermann, Nú, já, við eigum eitt eftir, Hermann. Já. Minna fólk á að kaupa íslenskt. Kaupa íslenskt. Já, en hafið það gott, ég held að ég það bara skilið. Takk fyrir í kvöld, verið hress, ekki stress og Goodbye.